Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það eru forsetakosningar framundan. Það er stutt í það raunverulega, tæpir 2 mánuðir, rétt tæpir 2 mánuðir. Við höfum fengið hingað þá frambjóðendur að rauðaborðinu sem að við teljum að sé líklegt að muni ná að safna saman meðmælendum. Það komið hingað til mín Arnar Þór Jónsson og Sigríður Hrund Pétursdóttir, Ástór Magnússon, Agnieszka Sokolovska og svo var Halla Tómasdóttir hérna í síðustu viku og nú komið að Baldri Þórhallssyni, prófessor. Vertu velkomin. Takk kærlega fyrir, gaman að koma til þín. Og takk fyrir að bjóða þig fram. Það er hérna lína sem við höfum hérna við rauðaborðið því að það er svo margir að tuða yfir fólki sem er að bjóða sig fram. Það við höfum snúið svo við og við bara takk kærlega fyrir að bjóða þig fram. Við halda lýðræðinu. Það lýst mér vel og ég tala þetta væri bara lýðræðisveisla. Já, ég tek bara undir þetta. Já, það er ekki hægt að skamma fólk sem er að bjóða sig fram. Svo bara ákveður fólk hvað þau vill. En þetta er nú kannski ekki staðan. Ég var nú að tala að ég hefði svona haft í huga að svo margir að bjóða sig fram. En að því að maður reiknar með að verða margir í frambóði þannig að ég teki sér viðtöl svona jafnóðum og sirka út fólk sem ég held að muni ná allavega safna meðmælendum og hafa raunverulegt frambóð. En það var nú ekki alveg þig, það var nú alveg ljóst strax í upphafi að þú ættir ykkur vandræði með að safna meðmælendum með að fá stuðning. Það var alveg bara, já, meðmælin eru komin í hús, það gekk nú bara hratt fyrir sig. Rúmur klukkutíma. Já, og þetta hefur undir bara svo hratt upp á sig að mér finnst þetta rauninni ennþá hálf bara óraunverulegt, sko. En það var rauninni bara strax, ég bara rauninni nýjársdag sem var farið að hafa samband við okkur Felix, hvaðina af landinu og það var nú bara þannig við vorum í göngutúr rétt eftir 1 á nýjársdag verða viðurkennandi, við vorum ekki að hlusta á forsetann, við vorum í göngutúr, það fór að byrja að bera skilaboð hvort við ætlum ekki að bjóða okkur fram og ég segi, hvað er í gangi? Við guðum ekki að fara en það var þannig sko að fyrir 8 árum var líka komið máli við okkur og við vísum þessu alveg bara frá okkur og það var gerð könnun, hún var ekki okkar vegum, kynnt fyrir okkur sem kom vel út og hvatti til að fara fram og ég bara vísa þessu frá mér og var ekki tilbúin að hlusta einu sinni á fólk. Síðan kom ég að hluta til sami hópur aftur núna byrjun janúar og ég sagði við eldhúsborðið heima við einhvern hóp sem kom, já nú við skulum hlusta þetta og þá lítur svona Felix á mig svona kvast og segir, akkur viltu hlusta núna eins og ég hlusti aldrei á hann en ég þurfti sjálfur að velta því fyrir mér sko af hverju var ég tilbúin núna bara að velta sig eitthvað fyrir mér því ég var það ekki fyrir 8 árum og þá rannaði það upp fyrir mér að það er bara svo margt breyst í heimsmálunum og í ástandi mála heimsins framþróun sem að hefur ekki trúað yrði sko það er bara bakslagi í lýðræðismálum, það er bakslagi í mannréttindamálum, hatursorðræðan, hún bara tröllrýður öllu, upplýsingóreiðan er líklega alvarlegri heldur maður átta sig á, það er bakslagi réttindu kvenna, hinsegin fólks, bara í löndum sem hefur ekki trúað að gæti gerst. Veikleikar í lýðræðinum. Já, það er annarkvort bara sko að leggast upp í rúm og breiði yfir höfuð eða reyna að spyrna á móti. Og maður stendur frammi fyrir þessu valkostum sko, hvort maður eigi að gera. Og ég eiginlega við komumst að því eftir vandlega ígrunduðu máli að það væri allir heigulsáttur alltaf bara breiða yfir höfuð. Það væri frekar að reyna að spyrna á móti. Áður ég spyrði út í það að því að sagan byrjar á því að fólk er að hvetja þig og ykkur til þess að fara fram. Hvað last út úr því hvað fólk vildi, akkur vildi að þú eða þið færi fram? Það sem fólk ég er bara að hugsa það sem fólk nefndi sko, þetta var náttúrulega í svona messenger skilabóðum og tölvupóstum. Margir voru að tala að það þyrfti að auki aðhald með stjórnvöldum, það vildi að það forsetaembættið tæki meira afgerandi þátt í alþjóðamálum, utanríkisstefnu Íslands og líka kannski að forgangsraða tilteknum málum eða nýta dagskrárvaldi meira. Ef ég reynir svona á þess ég hafi nú beint stúdírað þetta, þá var þetta sko aðhald með stjórnvöldum, vera virkari í erlendis
og kannski nýta dagskrárvaldi í tilteknum málefnum. Það er kannski misjant hvað fólk sagði, sko, en það voru þessi kannski þættir. Og það var eins og þú værir menntað til forseta, stjórnmálafræðingur með sérfræði í smáríkjum. Til dæmi, þó nokkri nefndu það, sko, það sem náttúrulega hefur verið mitt sérsvið, ég hef verið í 30 ára að skoða hvernig smáríki eigi að haga sér í alþjóðakerfinu til þess að tryggja hagsmuni sína og hafa áhrif. Það hef ég náttúrulega einfaldlega bara verið að skoða. Og ég held líka bara, og svo hef ég náttúrulega verið svona stjórnmálarínir og ég held ég hafi verið alveg óhræddur við að greina hlutina þannig eins og ég held að þeir séu. Ég er ekki þar með samt að segja að ég hef endur alltaf haft rétt fyrir mér, alls ekki, heldur frekar að ég les stöðuna þannig og ég er óhræddur við að segja það þó að það komi einhverjum valdamönnum valdamenn séu ekki ánægðir með það. Ég held ég tali hreint út. Eins og ættum að vera, þannig byggist upp samtali í samfélaginu, allir segja bara hreint út. Já, og hvernig maður heldur á hlutinni séu, ég held að það sé mjög mikilvægt og ekki að fara eins og kröttur í kringum heitan grönd. Herðu, en þið eru samkynhneigðir, spila það ekki inn í að nú er komin tími á að það sé samkynhneigt par á Bessastöðum? Ég sko, einhverjir nefndu það, sko. En ef að eitthvað er, sko, þá var maður kannski einhvern veginn svona, ég held að við hlut af því af hverju ég og við vorum svo feimnir við að stíga fram að við höfum aldrei séð okkur í þessu hlutverki. Kannski af því að við erum þeir kallmenn í sambúðskiljiði. Sko þegar við erum að alas upp, það voru ekki til orðið hommi eða lesbía. Þegar við Felix byrjuðum saman 28 áru, við máttum ekki eins og skrá okkur í sambúð. Það er ekki með 14 ára síðan við máttum gifta okkur. Og þegar við byrjuðum saman 28 ára, við reyndum að skrá okkur í sambúð hjá Hagstofunni var neitað. Skilur við fyrstu búskaparárin okkar fóru í það að berjast fyrir okkar grundvallar réttindum. Við máttum ekki eins og stjúpa ætlaði börnin okkar ef það hefði komið upp. Þannig að sko, við höfum aldrei, þegar maður alast upp eða annað, einhver spurði mig daginn, ég hefur ekki alltaf séð þið fyrir í þessu embætti. En nei, ég hef ekki gert það. Það er bara, ég gæti ekki eins og séð fyrir mér því ég er að alast upp að ég geti orðið kennari. Af því ég væri samkynhneigður, skilurðu. Þannig að það er þeim stað er maður með og ég þurfti aðeins að berja þessa feimni af mér. Rauninni einhver minnumótt að kenda að maður gæti ekki séð sig í þessu hlutverki af því að maður væri samkynhneigður. Að hrista af þér svona vörd sem er þarna inni. Já, og því maður veit alveg svo kemur þessi homofóbíu upp, svo einhverjum finnst að samkynhneigðir eða hinsegin einstaklingar eigi ekki að sitja á Bessastöðum, rétt eins og einhverju töld að kona ætti ekki að sitja á Bessastöðum þegar Vigdís var kosin 1980. Þetta er svona, mér finnst umræðin svipuð því ég maður mjög vel eftir þeirri kosningabaráttu. Hún er svona svipað. Þú þurft að svara fyrir það að vera kona. Já, við höfum þurft að svara fyrir það að vera samkynhneigð. Kona vildi upp á dekk. Já, akkurat. En hlutinni breytast hratt, það er nú nýfarin frá forsætisráðherra á Írlandi sem var samkynhneigður. Þannig að það breytist, hugmyndina breytast hratt. Já, sem betur fer og sko forsætisráðherra Frakklands er samkynhneigður, utanríkisráðherra Frakklands er samkynhneigður. Það var í fjölda ára, held ég 8 ár, hann nýhættu forsætisráðherra Lúxemborgar. En það hefur, og það er forseti Lettlands sem samkynhneigður, það var forseti í hálft ár, svona þjóðhöfðingi í San Marino, en það hefur engin þjóð ennþá kosið sér í beinni kosningu samkynhneigðir einstaklings í þjóðhöfðingja. Það hefur ekki gerst ennþá. Já. Herðu, þú lýsir svona voveilugum heimi að þróunin sé ekki góð. Við erum með stríð í Evrópu og við erum með stríð í bara túnfæti Evrópu. Það hefur verið sveifla í pólitíkinni bæði vestanhafs og austan, þar sem að stjórnmálaöfl sem að ekki vilja bara skrúfa ofan af ávinningi, svona verkalýðshreyfingarinnar á síðustu öld með því að bæta kjör almennings, ekki bara skrúfa ofan af þeim sem að má halda fram að nýfrjálshyggjan hafi verið að gera. Heldur líka að sé vilji til þess að skrúfa ofan af sigrum mannréttindabaráttunnar á seinni hluta síðustu aldar. Og það er núna eru konur í Bandaríkjunum að berjast fyrir réttinum til þungunarrofs og sömu öfl eru eiginlega að vinna í allar kosningar í Evrópu undanfarið. Það
Það eru afturhaldsöfl, ef við getum kallað það. Þeir hafa afgerandi áhrif á kosningarnar í Svíþjóð, í Finnlandi, í Hollandi, í Ítalíu. Það er talað að svona flokkar hafa mun meira fylgi núna heldur en áður í Þýskalandi og Frakklandi. Hvað var þetta sem að þú varst að draga upp áður? Þetta væri breytt heimsmynd. Já, og þetta er klárlega að því fer svona vel yfir þetta eina ástæðan fyrir því að við félix ákveðum að stíga fram og forgangsraða mannréttindamálum allara í þessari kosningabaráttu. Að forsetinn og forsetaembættið eigi að nýta sér að dagskrárvald sem það hefur innanlands sem og erlendis að tala fyrir mannréttindum allra í samfélaginu. Og að grunnstef í málflutningi forseta eigi að vera að við horfum á það sem saminar okkur, bara sem manneskjur, frekar en það sem sundrar. Bara horfa á það sem saminar okkur frekar en sundrar. Og þau skilaboð verða aldrei nægjanlega oft sögð, held ég frá ráðamönnum þjóðarinnar. Mér finnst til dæmis algjör klaufaskapur hvernig komið fyrir umræðunni hér útlendinga eða flóttamenn. Við skildum þurfa að fara í þennan fasa bara rétt á síðustu missurum sem Norðurlöndin hafa verið í 20 eða 30 ár. Við vorum ekki þarna. Mér finnst þetta klaufaskapur. Við hefum ekki þurft að fara þessa leið. Og ef við höfum þetta grunnstef og horfum á það sem saminar okkur. Og þess vegna hef ég verið að segja að við þurfum að standa vörð. Okkur finnst kannski sem betur fer kannski fjarstæðukent að alþingi eða stjórnvöld farið að draga úr réttindum kvenna eða einhver annar hópa í samfélaginu. En þetta er að gerast eins og nefnir í nágrannalöndunum okkar og það eru öfl í samfélaginu sem vilja takmarka réttindi hinsegin fólks, vilja takmarka réttindi kvenna. Ef þau komast að lykil stöðu á þingi, þá er grundvallar atriði að forseti sé ekki meðvirkur með stjórnvöldum. Ég sé þetta grunnverkefni forseta er að veita stjórnvöldum aðhald. Hann er fulltrúi þjóðarinnar gagnvart stjórnvöldum og verður alltaf að vera á vaktinni með heildarhagsmuni þjóðarinnar í huga. Það er grundvallaratriði. Hann má ekki vera hluti af stjórnvöldum og ekki bara þarf hann að veita stjórnvöldum þegar hann sita í ríkisstjórnartíma aðhald, heldur bara valda öflunum í íslensku samfélagi. Hann þarf að vera á vaktinni með þjóðinu og hugsa heildarhagsmuni hennar. Það er grunnstefið og við ætlum að hafa þetta grunnstefið í okkar málflutningi og meðal ástæðan fyrir því að við eftir þessar hvatningar í byrjun janúar og við erum ekki að koma fram þarna fyrir svona 20. mars. Ég vildi hugsa þetta ítarlega, ég vildi að vera málefnalega grundvöllu fyrir frambóðinu, þannig við félagsum enga þörf á því að trána okkur sjálfur eitthvað fram. Heldur það veri málefnalega grundvöllu fyrir frambóðinu og svo bara metur fólk það hvort það er líka málflutningurinn eða ekki. Og þú til að leggja hann og bara þykja dóm kjóseta. Já, algjörlega og ég held að þetta sé, mér aðeins hefur fundist leiðilegt á síðustu bara árum hvað margir gera rauninni lítið úr forsetaembættinu, valdi þess og dagskrárvaldi sem er umtalsvert að mínu mati, við getum farið yfir það betur og eftir, bæði eru formlegu völdin þegar kemur að stjórnskipulandsins mjög mikil og mjög mikilvæg, sérstaklega í stjórnmála krísum sem og dagskrárvald forsetans og hvað forseti getur gert erlendis líka er mjög umfangsmikið og finnst við þurfum einhvern veginn að aðeins að dusta rykið af þessu. Forsetin hefur mikil völd þegar það eru erfiðleikar og þá er það þá sem að völdin skipta máli, það skiptir kannski það skiptir minna máli þegar allt er í góðu. Já, akkurat, það er akkurat þannig, það eins og ég segi stundum, það er alltaf oft til dæmis að ég vera að rannsaka utanríkismál Íslands svo mikið, það er oft verið að gagnrýna utanríkisþjónustuna og maður sjá ekki alveg hvað hann er að gera, það er kannski bara daglegu rekstur gengur fyrir sér, en svo það kemur áfall eða verður krísur, eins og til dæmis þegar í COVID-faraldrinum, þá skiptir utanríkisþjónustuna sköpum skilur, rétt eins og forsetaembættið. Og það sem það á við forsetaembættið til dæmis er að bara við byrjum að fara yfir það, þá ber náttúrulega forseti ábyrgð á því að það sé starfhæf ríkisstjórn í landinu á hverju tíma fyrir sig. Að sjálfsögðu á grundvelli vilja meirihluta Alþingis. Og forseti... Ef að hann er hægt að finna, það náttúrulega eru dæmi það að forseti getur mynda ríkisstjórn ef að þinginu tekst það ekki. Já, og eða þá væri þá að
þingi gæti þá lifað með ríkisstjórninni sem fórsetin skipar, sko, það er sko starfhæf ríkisstjórn getur náttúrulega bæði verið meiri hlutastjórn, hún getur líka verið minni hlutastjórn með stuðningi, eða þá ég myndi segja neyðar tilfellum væri skipuð utanþingsstjórn, það er nú einu sinni bara verið gert á lýðveldistímanum og það var ríkisstjórnin árið 1942 áður en forsetaembættið sko var til, en og fórseti hefur oft skipt mjög miklu máli þegar kemur að stjórnarmyndum að það á ekki að leyfa stjórnarmyndun að dragast fram úr hófi það er ekkert óeðlilegt að taka einhverja vikur en ekki mánuði saman og það getur fórseti getur haft gegn veigamiklu hlutverki bara miðla málum ef það gengur erfiðlega að mynda ríkisstjórn án þess að ætla að vera eitthvað flokkspólitískur af því hún ber að tryggja þessi starfa ríkisstjórn í landinu og ef hann átt að þingi getur ekki á nokkurn hátt komið þessi saman stjórn, þá er náttúrulega annarkvæmt að búa aftur til kosninga eða mynda utanþingsstjórn. Þannig að sem betur fer á síðustu árum hefur við ekki lent í svona stjórnarkreppum, en það geta alltaf gerst. Og ég myndi nú frekar halda að það væri meiri líkur á minni en að það aukast líkur á stjórnarkreppum eftir sem flokkum fjölgar á alþingi. Á þess að ég er ekkert að gagnrýna það er bara að því þú þarft að telja upp í 32, þú þarft að telja upp í meirihluta í þingheimi, þannig að það væri ekkert skrítið ef að það reyndi meira á fossetan á næstu árum ef að framheldur sem horfir að svona margir flokkar verða á þingi sem ég held að verði áfram ef ekki fleiri heldur en nú eru. Annað sem ég langar bara að nefna er sem lítið er umræðið, því mér finnst allt og lítið þetta snýst alltaf bara hver býður sér fram, hver býður sér ekki fram, hvað eru myndið teknar eða annað. Það er eins og PR-mennindir eigi að bara stýra stjórnmálaumræðan á Íslandi. Já. Það er svolítið galli á bara umræðum þessar kosningar og alla kosningar. Já, sammála því, sko. Hitt er að það er sko, ef að miðju kjörtímabili, áður miðju kjörtímabili, að forsætisráðherra óskar eftir því við forseta að rjúfa þing. Þá að mínu mati, þá verður forseti að aðeins að staldra við og skoða, er þetta vilji meiri hluta þingsins? Er þetta vilji meiri hluta þingsins? Vill þingi kannski eftir við bara skiptum forsætisráðherra? Og það er bara... ekki það sem Ólafur Ragnar gerði í raunverulega þarna þegar það nú fyrir tvennum sögum að því hvað fór þeirra á milli? Jú, þetta er sem Ólafur Ragnar segir, það fyrir tvennum sögum með Sigmundar Davíðs og Ólafs Ragnars á sínu tíma og ef ég kann þetta rétt að það sé Ólafur Ragnar, hann hafi neitað honum að rjúfa þing, af því Ólafur Ragnar skoðaði hver er viljið þingsins og það kom bara ljós að þingi vildi einfallega bara skipta forsætisráðherra. Það getur líka komið upp svo stað á miðju kjörtímabili, það sé einfallega bara komið nýr meirihluti á þingi og það þurfi bara skipta ríkisstjórn. Og þá aftur, sko, þá er þetta ekki sko endilega nákvæmlega hvað forseta hugnaseldur, hann þarf að spurja hvað vill þingið. Og ef að þingið vil skipta ríkisstjórnum miðju kjörtímabili, þá verður þingið að fá heimild til þess, kannski án þess að fara fram kosningar. Þú ert að tala fyrir svona virkari verkstjórn forsetans í þessu, hann verður að kynna sér mál, það er ekki nóg fyrir hann að bara ganga á röðina og láta forustu með flokkana stýra stjórnarmynduna viðræðunum, heldur þarf hann að vera inn í málum og skoða hvort einhverju aðri kosti séu í stöðunni. Já, hann þarf náttúrulega fyrst og fremst að skoða hvaða stjórnmálaflokkar eru líklegasti til þess að ná saman að mynda starfhæfa ríkisstjórn á þingi, ekkert endilega fara eftir það lítur að ráða frekar heldur en nákvæmlega stærð flokkan á þinginu, hverju eru líklegasti til þess að mynda stjórn, en að sjálfsögðu ef það gengur ekki að gefa öllum tækifæri til þess að mynda stjórn. Ef að þeim sem voru líklegasti fyrst að gera það gengur það ekki, það auðvitað að gefa öllum tækifæri áður en forseti fara að grípa til einhverja drastíska ráðstafana að reyna að koma minnihlutastjórn eða skipa utanþingsstjórn. Þá er það að gefa öllum tækifæri til þess. En það er í sögun þetta svolítið þannig að forsetinn hefur það hlutverk líka sem að stjórnmálinn gefa honum. Það hefur komið svona tími þar sem stjórnmálinn eiginlega bara vilja leysa þetta sjálf, vilja ekki hafa þessa verkstjórn forsetans. Það má tími Vigdísar var eiginlega þannig. Ég sko ætla svona ráðandi eða ráðandi valdhafar vil ekki bara hafa svona dálítið puntforseta forseta sem veitir bara velun og kannski veitir þeim það vakkaorðunar skilurðu, alltaf sé ekki þannig en ég er samt meira að tala fyrir því að við erum alltaf bara búum við í þingræðisríki og þingi ræður för. Ég er bara meira að tala fyrir því að raunin vilja kjósenda sé það framfylgt. Að það sé að hann fari að vilja meiri hluta þingsins en á sama tíma er mjög mikið að veita aðhald og þá kemur þessu
Þriðja lið sem ég langar að nefna varðandi þetta aðhald og að fórseti megi aldrei vera meðvirkur með valdhöfum, að það ef að ég orða það þannig, við erum með ákveðin samfélagssáttmála sem í samfélaginu, sem komi okkur saman sem byggir á grundvalli lýðræðis og grundvalli mannréttinda. Og okkur við farnast nokkuð vel hvað þetta varðar, þó að mann deilu margt í íslensku samfélagi. Það samfélagssáttmáli, hann byggist á grunnstofun lýðræðis og mannréttinda. Ef að þingið einhverjum orsökum ætlar að fara fram úr sér og gengur fram á þjóðinni, til dæmis ef það tæki upp á því að takmarka réttindi kvenna, eins og sjáum að gerast í Bandaríkjunum, eða vildi takmarka tjáningafrelsi landsmanna, eða takmarka frjálsa fjölmiðlun, þá verður forseti aftur að staldra við og meta hvort að þannig mál eigi ekki heima í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að í neyð eigi forsetinn að vísa málum beint í þjóðarinnar og þá kemur þetta aðhalsatriði. Þannig að forsetinn getur ekki komið af stjórnarheimilinu, að mínu mati. Hann getur ekki komið beint þaðan. Það verður ávallt hætta að alvarlegri meðvirkni og skortur á þessu aðhaldi sem væri þá til staðar, sem má ekki vera að mínu mati. Þannig að það er nægt að tala gegn því að sittandi forsetisráðherra verði forseti til að vera óheppilegt. Að forseti komi þannig beint innan úr innsta kjarna, stjórnmála elitunar. Þetta er náttúrulega mjög athyglisverð staða að sitjandi forsetisráðherra að velta fyrir sér að bjóða sig fram og það væri bara gaman að takast á við þannig í kosningunum ef hún kemur fram sem hann gerur nú bara ráð fyrir. En það kemur náttúrulega alltaf stjórnmálaskýrandinn upp í mér og ef að Katrín Jakobsdóttir býður sér fram til forseta þá er það tvennt sem liggur því til grundvallar. Annarkvort er hún að ekki að gera þetta í samráði við samstarfsflokka sína og þá er ríkisstjórnar samstarfi uppnámi og stjórnarkreppa í landinu. Eða ef hún er að gera þetta í samráði við samstarfsflokka sína og þá er hún og það verður skipt forsætisráðherra í samræði við hana og samstarfsflokkarnar og þá er hún orðin beint þáttakandi í myndun þeirra ríkisstjórnar sem hún ætlar að verða forseti yfir. Og ég veit ekki hvor leiðin eða scenaríóið í sletti er verra. Að sitjandi forsætisráðherra sem vil verða forseti, hún myndi stjórnarkreppu eða myndi eigin ríkisstjórn sem ætlar að vera yfir. Hún er náttúrulega frambjóðandi þá stjórnarflokkana í kosningum. Já, ég meina hvernig á hún að geta haft aðhald með þeim verkum sem er á meirihluta þingsins eða stjórnvöldum. Já, eða þá að þetta leiði til stjórnarkreppu og stjórnarkrísu. Það er mjög alvarlegur hlutur, hvað sem okkur finnst úr ríkisstjórnina. Og ekki kannski þess virði fyrir að ein manneskja sé að færa sig á milli starfa. Þetta snýst orðið eitthvað annað en málefnin eða stöðuleika eða hagsmuni þjóðarinnar. Þetta snýst orðið eitthvað annað. Hlutur forsetans, hann er þjóðkjörinn. Og þú talar að hann eigi að gæta minnur og hafa sagt að hagsmuna þjóðarinnar og ef að þingið er að brjóta gegn þeim með samfélagssáttmálunum sem er þá lýðræði, býst við að þú sett á sammála Ólafur Ragnari í að hafa neitað að skrifa undir fjölmiðlalögin á sínum tíma. Það væri svona aðför að frjálsri pressu á sínum tíma. Þú talar að forsetinn þurfi að gæta einhvers sjónamiða almennings gagnvart hugsanlega þingi og öðru slíku. En þá er það spurningin hvernig veit forsetinn hvað þjóðinni vill eða hvað þjóðinni finnst. Hvernig getur forsetinn dregið það fram bara í gegnum sig? Hver væri þá afstaða almennings í þessum málum? Ég er bara að velta fyrir mig gott að þessu ekki komin næstu með svona populíska hugmyndum forsetan sem að skynjar vilja þjóðarinnar, einn einstaklingur. Þetta er mjög góð spurning og fyrst berð á að svara. Auðvitað öll lög sem sett eru af Alþingi eru matsatriði. Þetta eru mannanna verk og alltaf umdeilanleg. Og það er líka mat hvort sem það er ráðherra eða forseta. Ef að hins að þú nefndir fjölmiðlalögin, við getum líka nefnt ICF.
ef að Ólafur Ragnar, þá verður þetta forseti, mata svo að lög frá Alþingi varðandi fjölmiðla gengu gegn fjölmiðlafrelsi eða tjáningafrelsi, þá bar honum að mínum að stíga inn í það. Ég ætla ekki að taka beina afstöðu til þessa málskiluru ef að forseti mat að þetta gekk gegn fjölmiðlafrelsi í landinu, grunnstóðum lýðræðisins, þá var að skylda forsetins að stíga inn í. Sama varðandi Ólafur Ragnar varðandi ICEF, ef forseti taldi að ICEF samningarnir gengu gegn grundvallar hagsmunu þjóðarinnar, þá bar forseti að stíga inn í það, skiljiðu. Þannig að þetta hlýtur alltaf að vera mat. Ég er mjög ansnúin því að alltaf reka bara puttan upp í loftu og sjá hvernig vindunir blæs og segja 10% þjóðarinnar í að hvetja forsetann til þess að vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu eða 20% eða 30%, þá að ég að gera það. Því forsetin hefur ekki umboð til að gera þetta. Þetta er ekki stjórnarskráni. Ef við viljum hafa ykkur svona leið til þess að kalla þjóðaratkvæðagreiðslu, þá erum við að breyta stjórnarskráni og breyta þeim lögum sem lúta að kosningum. Sko, þá sem tekur við embættinu 1. ágúst hefur ekki umboð til að segja ef 10% þjóðarinnar kalla eftir atkvæðagreiðslu, þá ætla ég að vísa öllum þeim málum til þjóðarinnar. Hann gæti gert það. Hann gæti gert það, já. Þú efist umboðan. Hann gæti sagt að ég ætla bara að móta embættið eins og Ólafur gerði. Ég nú ætla ég að hafa þessa viðmiðun. Ég er ekki sammála að þetta sé rétta leiðin. Ég held að þurfa að vega á að meta. Og ég segi það stundum gamni við kollega minn upp í háskóla, í stjórnmálafræðideildinni, að síðan utan á landi, af Suðurlandinu, og ég er mikið á Suðurlandi, það með lítið svona fjölskylduferða þjónustu fyrirtæki og pabbi býr ennþá í Rangárvallasýslu. Ég tek stöðun á pólitíkinni ennþá með því að fara í sveitina og ég skynja breytingar flögt í fylgiflokkana fyrir á Suðurlandsundirlendinu heldur að kemur hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Ég veit þetta er ekki mjög vísindaleg en maður hefur alveg tilfinningu fyrir hvert umræðan er að þróast. Þegar sjálfstæðismennendur og framsóknarmennendur er að flakka yfir til miðflokksins og flokks fólksins og fara aftur tilbaka, maður skynjar þessar breytingar eða samfélkingar að styrkja sig á kostnað vinstri grænna eða öfugt og maður skynjar þessa umræðu og forseti verður bara einfaldlega að vera í mjög góðum bara tengslu við þjóðina og geta lesið stöðuna, en líka sé bara meta, gengur þetta gegn lýðræðinu, gengur þetta gegn mannréttindum. Það hlýtur aftur, ég segi það að vera mat, en náttúrulega grundvelli bara stjórnskipunarinnar. Ef ég tek svona dæmi, að það kæmi til þín eftir að þú ert kjörinn forseti, hvatningum að skrifa ekki undir aukin rétt kvenna til þungunarrofs, vegna þess að þarna væri verið að ganga á rétt ófæddra barna. Þetta er svona sjónarmið sem er bara til í pólitíkinni hér heima, sérstaklega náttúrulega í Bandaríkjunum. Og það er möguleiki, maður getur alveg séð fyrir sér að 10% þjóðurinn geti heimtað að fá þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þú ættir ekki að skrifa undir lög sem að auka rétt kvenna til þungunarrofs, sem bara síðustu lög sem að voru sett, það sem að var auki réttur kvenna. Vegna þess að þetta er hópur sem er til þess að vera að verja rétt ófæddra barna. Skiljanlega, og það er alveg bara, það er lögmætt sjónarmið. Og það verður 10% sem óskæftu því og þar leiðandi allt í einu komið á dagskrá íslenska stjórnmála að almennri þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að konur eigi að hafa rétt til þungunarrofs. Þetta er svona dæmi það sem að þú ert að segja að það sé ekki alltaf hendugt, það sem að tiltölulega stór minnihluti, það tölvöld átak að láta 10% landsmanna skrifa undir hvatningu til þjóðaratkvæðagreiðslu. Að það sé ekki alltaf þannig að það sem að góður minnihluti vill sitta á dagskránna sé ekki alltaf það sem eigi heimaðar. Það er nákvæmlega dæmi sem ég hef í huga að við getum ekki í núverandi stjórnskipan dregið upp einhver ákveðna tölu eins og þetta 10%. Og var þetta einstaka dæmi, þá er einfallega bara mín skoðun að konur eigi að ráða yfir sínum eigin líkama og þær eigi að fá frelsi til þess að ráða yfir sínum eigin líkama og aðrir eigi ekki að skipta sér af því. Það er grundvallar atriði rauninni bara í réttindu kvenna og í mannréttindum almennt. Þannig að ég væri mjög tregur til þess að fara að halda þjóðaratkvæðagreiðslu að útvíka ekki réttindi kvenna hvað þetta varðar eða takmarka réttindi kvenna hvað þetta varðar. Við getum ekki annað dæmi úr evrópskri stjórnmálasögu, Alternative for Deutschland voru að veltaði fyrir sér að leggja til að öllum innflytjendum yrði vísa á landinu. Það er möguleiki kannski að það fengist 10% sem að vildu fá það í þjóðaratkvæðagreiðslu, að stór herða
takmarka rétt innflytjenda á Íslandi. Já, sko, þetta nákvæmlega það vegna þess hversina ég hef verið svona mjög hugsi yfir sko áköllum þjóðaratkvæðagreiðslu með einhverjum svona tölum því að það getur mjög auðveldlega að vera að fá 10%, jafnvel 15% þjóðarinnar til þess að óska eftir því að réttindin séu, grundvallar réttindin séu tekin af einhverjum hópum. Og það bara mjög alvarlegt og við hefum ekki að setja svoleiðis mál í þjóðaratkvæðagreiðslu sem við ætlum að fara að afnema réttindi. Því þannig erum við aftur farin að ganga gegn þeim grundvallar samfélagssáttmála sem við erum búin að koma okkur saman og hefur reynst okkur vel. Þannig að þarna verður forsendin líka að geta staðið á bremsuminni og aftur má ekki vera meðvirkur með alþingi. Og huga að þessu grunnstefi sem við erum að leggja ást í okkar baráttu, það er mannréttindi allra. Þannig að þú ert ekki þá forseti svona almennings bara eins og hann birtist í hverju kröfu, heldur ertu fulltrúi almennings gagnvart stjórnvöldum að því gefnu að það sé til þess að verja lýðræði, það sé til að verja mannréttindi, það sé að verja þennan sko samfélagssáttmála saman. Og maður getum tekið hérna tjáningafrelsi, við getum tekið hérna tjáningafrelsi inn í þetta sem hluti af þessu sem er líka grunnstóðum bara þessa vestræna frjálslynda samfélag sem við búum við. Já. Og sem er í ákveðni hættu og þú nefndir að áðan að það væri klaufalegt hvernig Íslendingar hefðu mist umræðunum innflytjendamál og niður í sama far og hefðu verið í á Norðurlöndunum. Og hvað þetta nú heitt mál hefur verið rætt það. Sumir myndu segja að ástæði fyrir því að þetta komið þennan far var að það mátti ekki tala, þú kannastu þá umræðu, að það mátti ekki taka umræðina, maður mátti ekki segja neitt, það var verið að þagga allt niður og þegar það er gert að þá náttúrulega gýs þetta upp með svona óeðlurum hætti að því að við fengum ekki að ræða að taka umræðina, þú kannastu þessu það? Já, sko. Hvernig lítur þú af í hverju var klaufaskapurinn fólkin? Hann, sko, við erum alltaf það fara inn á þetta á svo marga vegu. Mér langar bara að byrja að segja það. Fyrir mig lítur þetta þannig út að viðskiptamódeli fyrir Ísland byggir á því að flytja enga til lands yfir 10.000 erlenda aðila til að vinna á íslensku vinnumarkaði árlega. 10-11.000 á ári. Og við þurfum að gera það ef við ætlum að halda upp í hagvexti, ef við ætlum að sinna öldruðum, sinna fólki á sjúkrastofnunum, í leikskólum og svo framvegis. En viðskiptamódeli byggir upp á þessu. Það sem hefur hins vegar ekki fylgt þessu viðskiptamódeli er að byggja upp innviðina. Það er að byggja upp skólakerfið, heilbrigðiskerfið, vegakerfið og svo framvegis til þess að geta sinnt þessum mikla fjölda sem er að koma til landsins. Þannig að það fer ekki saman hljóð og mynd hvað þetta varðar. Þannig ef við ætlum að halda þessu viðskiptamódeli gangandi, sem ég er ekkert endilega gagnrýna, þá verðum við bara byggja undir það, við erum að byggja stoðirnar, annars fara þær að fúna og það verður ólga í samfélaginu í tengslu við þetta. Síðan bætist við þetta náttúrulega bara vaxandi straumur flóttamanna og mér finnst klaufaskapur að Alþingi hafa ekki komið sér saman lendingu í því máli, þannig að það væri svona víðtækari sátt hvernig við tækjum á þeim málum, til þess að bara forgasaða algjörlega þeim sem eru í lífshættu í sínu heimalandi. Ég vil einfaldlega segja það, við hljótum að forgasaða alltaf þeim sem eru í lífshættu í sínu heimalandi. Okkur ber bara skylda til þess. Það eru margir í efnaðislegum erfiðleikum alla heim. Þeim öllum getum við ekki bjargað. En við okkur byrjum skylda til þess að bjarga þeim sem eru í lífshættu. Þannig að það hefur verið kallað eftir því á Alþingi að mynda heildstæða stefnu og reyna að ná svona nokkru breiðri sjálfstöðu á þingi með þetta og mér finnst ekki að vera reyndi fulls með það. Það hefur ekki verið gengið alla leið til þess að reyna að ná eins breiðri sátt og mögulegt er. En andmælendur myndu segja þá að í sumum málum er bara ágreiningur. Og ef það á alltaf að reyna að ná breiðri sátt, að þá situr þú uppi með bara svona lægsta samnefnara í niðurstöðunni eða þú gerir ekki neitt. Það er nú það sem núverandi ríkisstjórn hefur verið gagnrýnt fyrir. Það er hún er svo breið að hún getur eiginlega ekkert gert. Og þeir sem að vilja ná breytingum fram í innflytjendamálum, og þeir segja að það er bara
tími einhverja sáttar, hann er liðinn. Nú verðum við að ná fram í kosningum eða í þinginu, fram einhverjum skýrum vilja til einhverja breytinga. Ert þú þá að segja það að sum mál eru þannig, réttindi kvenna, réttindi samkynhneigðra, réttindi útlendinga, séu það þannig að þau hendi ekki í slík átakastjórnmál, heldur það ber þinginu að komast að einhverju samkomulagi í þessum málum í þokkalum frið vegna þess að ófriðurinn í þessum málum, hann er eiginlega svo skaðlegur. Hann er gríðarlega skaðlegur og ég tek bara sem dæmi réttindabaráttu samkynhneigðra sem ég tók mjög virkan þátt í á sínu tíma sem við unnum oft alltaf í samráði við þingið og sjaldan eða nokkuð voru eiginlega aldrei mótmæli, það var sjaldan stjórnvöld mjög gagnrýnt harkalega, það var verið gagnrýnt við kirkjuna og okkur trúarhópa. Við reyndum alltaf að vinna þetta í sátt við stjórnvöld. Ég vil alveg viðurkenna það, maður gerði það oft með óbragð í munnunum að fara í málamiðlanir þegar átti ekki að tryggja okkur full réttindi, heldur takmörkur réttindi og eitt skref í einu, en leiðin var smáskrifan til að tryggja full réttindi smásaman til þess að samfélagi færi ekki ennþá frekar og hvolf í hatursáræðu gagnvart samkynhneigðum. Þannig við tókum þetta í smáskrafa líkan eða stefnumótun sem ég held að verið mjög farsælt. Þannig það voru eiginlega bara allir í samfélaginu bara með okkur þegar síðan full réttindi eru komin og þetta tekur tíma fyrir fólk að breyta. Það er frekar þetta sem ég er að vísa til einn daginn opnaður fyrir alla á einhverju landi í Suður Ameríku, næsta dag lokaru. Þetta er einhvern veginn þetta hefur ekki einhvern veginn farið vel og það lítur bara ábyrgð líka stjórnvalda, hvort sé það varðandi réttindi hinsegin fólks eða réttindi kvenna eða flóttamanna eða útlendinga að reyna að takmarka hatursorðræðu, reyna að takmarka átök í samfélagin sem bara sem meiða og særa. Það hlýtur að vera markmið stjórnvalda. Við talum ekki forsetaembættisins. Að reyna að draga úr þannig átökum í samfélaginu að fólk gangi ekki frá þeim bardaga sárt. Og svo þegar að vera hlutverk forsetans að ganga inn í þessa umræðu þótt hún sé hörð og þungorð látið falla og svona svolítið eldfim að þú til að vera hlutverk forsetans að ganga inn í þá umræðu. Já, klárlega og kalla til dæmis hann má ekki gera það á flokkspólitísku forsendum en hann getur alveg verið pólitískur að því leitinu til að krefjast þess að stjórnvöld hugi reyni ávallt að standa þétt við baki á þeim sem höllum fæti standa í íslensku samfélagi. Krefjast þess að stjórnvöld virði mannréttindi allra í samfélaginu. Þannig að forseti geti tala tæputugulaust þessi atriði sem eru hápólitísk án þess að verði flokkspólitískur. Hann á ekki að vera flokkspólitískur, en hann á að vera pólitískur að þessu leiti og við höfum einmitt forgangsama mannréttindamálum að forsetaembætti að standa þétt við baki á þeim sem höllum fæti standa í samfélaginu og að tala fyrir velferð barna og ungmenna sem mörguleiti alla rannsóknir bara sína mörgum líður ekki vel og það er vanlíðan og mikil vímuefnanotkun í sum hópum og annað sem við þurfum að taka betur utanum heldur við erum að gera og ef að forseti má ekki tala fyrir þessum málum, hvað höfum við ekkert að gera með þetta embætti? Herðu, ég talaði í vetur þá sem að vildu verða biskup og þá var það hlutverk kirkjunnar og var meðal annars rætt um framgöngu kirkjunnar í réttindabaráttu samkynhneigðra og svona uppgjör sem hefur átt sér stað innan kirkjunnar gagnvart því. En þá fannst mér vera svona að með hverjum kirkjan ætti að standa og það var hinum sem stæðu veikt og við vorum á svolítið teiknast upp svolítið svona stóru mannréttindabaráttur sem að vera kvennabaráttan samkynhneigðra. Og að núna værum við kannski komin með baráttu innflytjenda í samfélaginu sem er náttúrulega með miklu veikari stöð út að tala 10.000 manns komi hverju ári og við vitum það alveg að það fólk
hefur sko veikari stöðu í samfélaginu heldur en innfæddir og við sjáum það, þú nefnir börn og unglinga, við vitum að börn þessa fólks er með veikari stöðu í skólunum, það er með veikari stöðu gagnvart vinnuveitendunum, það er með veikari stöðu á húsnæðismarkaði, það er út af tungumálunni, er það óvirkara í samfélaginu, við sjáum að kosningaþáttaka er miklu lægri hjá þeim sem hafa sko kosningarétt og þar að funda göttunum. Er það ekki svolítið þannig að þetta mál, að því það gís svona upp eins og þú vitna til að við erum búin að missa það í eitthvað svona stað, að þetta er kannski svona eiginlega mest aðkallandi mannréttindamáli sem að þarf að ná einhverju sko sátt allavega það hvernig við ræðum málin. Jú, þess vegna lagði ég upp á það í ræðum minni í Bæjarbíói þegar við tilkynntum framboðið að ég held ég hafi byrjað einmitt að tala þennan sem við höfum talað samfélagsáttmálan og aftur að við höfum að horfa á það sem saminur okkur og kannski meiri sé að sleppa því að segja frekar það sem sundra, bara við höfum bara að horfa einfallega á það sem saminur okkur og það er á næstu árum eins og rétt að segja og áratugum verður þetta áskorun fyrir íslensk samfélag þetta fjölmenningarsamfélag sem við búum við og það verður bara að horfast í augu við það þó við getum verið fylgjandi fjölmenningarsamfélaginu sem bara er bara til góðs fyrir íslensk samfélag en það þarf að tryggja það að þetta fólk sem er að koma erlendis frá að það sé hluta íslensku samfélagi, það finnist í tilheyri íslensku samfélagi og það geti og börn þess geti tekið virka þátt í íslensku samfélagi og ég sé til dæmis eitt að það sé hluturka með forsetans að kalla eftir því og ekki bara að kalla eftir því ég myndi vilja sjá að við nýtum embættið til þess að kalla saman hópa sem að sinna tilteknum málum sem brýnt að sinna. Segjum svo tökum bara sem dæmi börn og ungmenni innflytjenda sem við vitum að standa mörguleiti höllum fæti í samfélaginu eins og nefna. Af hverju getur forsetaembætti ekki, og mér finnst að forsetaembætti að gera það, þá að nýta Bessastaðastofu til að kalla hópa saman sem að sinna þessu málum. Það er margir að sinna þessu, það er margir að sinna þessu vel. Köllum þau saman í Bessastaðastofu, látum við minnst bara ræða saman hvað getum við gert í samhentu átaki til þess að bæta stöðu barna og ungmenna sem eru erlendu bergi brotnu. Hvað getum við gert? Þannig að forsetaembættið nýti krafta sína, aftur ekki flokkspólitískt, heldur í þessu málum og aftur vil ég segja, ef forseti má ekki gera þetta, hvað höfum við að gera við þetta embætti? Sko, og við félags hefum sagt það og okkur myndi langa að nýta embættið til þess arna. að gera eitthvað gagn. Að gera gagn og nýta þetta, sko við vitum það er óumdeilt. Forsetinn, sko hann hefur dagskrávald, íslensku umræðu. Það eitt að Vigdís talaði fyrir skógrækt og náttúruvernd. Það að Vigdís talaði fyrir bara velsæld barna. Vigdís var stöðugt að tala börn og mikið vægið við hugsunum vel börnin. Sko það skiptir máli. Það skiptir máli hvernig forsetinn talar. Hvort sem það er innlandsmálum, utanlandsmálum og ég tala ekki um að hann tekur næsta skref að hóa fólki saman til að sjá hvort það sé ekki grundvöllur til samstarfs og vinna saman að heilstæðri stefnu. Ég hefði getað bætt barna réttundum við upptalninguna um hvern réttindi samkynhneigðra og fleira, svo náttúrulega réttindi fatlar og fleira. En það var náttúrulega gríðarlegur munur á því hvernig horftir á börn að þú nefnir Vigdísi. Ég var náttúrulega barn áður en að Vigdís kom og hvernig það er í dag. Þetta hefur náttúrulega verið gríðarleg breyting í samfélaginu hvernig við horfum á börn. Mín kynslóð var nú bara send út á götu að leika sér sko. Já, sko, ég er nú 12 ára þegar Vigdís kjörin og mann mjög vel eftir því og það var svo pólitískt heimili mitt að það var fylgst með öllu, maður hlustaði á allar ræður forseta og Vigdísar og hjó eftir, hún rætt einmitt við börn. En sko, ég byrjaði að vinna í vegagerðinni 11 ára. Malbikaði milli Þjórsár og Hellu sko og fekk borgað í innegni í kaupfélaginu. Og svo var ég farið að vinna í skipnasmiðju 12 ára sko 10 tíma á dag. Þetta var raunveruleikinn. Og manni fannst þetta bara eðlilegt. Nú, að því við höfum talað svolítið vannlíðan barna við rauðaborðu og ég fengið alls konar fólk sem að vinnur í við þið og vinnur við það. Og nú er fólk byrjað að segja að ungu kynslur vanti kannski aðeins meiri seiglu.
Ég segi ekki að fara að vinna 11 ára eins og þú, það mættu sækja eitthvað í þann tíma líka. Sko, ef maður hugsa með tilbaka að sko ábyrðin sem maður fékk og bara jafnaldramanns, hún skipti mjög miklu máli að þú berð sko ábyrð ekki bara sjálfur heldur líka á okkur öðru. Þú hefur verkefni til þess að sinna, sem mikilvægt. Það sem ég var í sveitinu var lítið aðgangur íþróttastarfi eða félagsstarfi annað. En ég fekk rauninni mín og útrás með því að vera með skepnunum með afa. Skilurðu að sinna bústörfunum og bera ábyrð á því. Og svo þegar ég er 13 ára, þegar hann veikist, þá tók ég við öllum kindunum sem voru yfir 100. Og ég var og keypti það ári síðar og ég var sauðfjárbándi til 16 ára. Og ég hugsaði þessum eftir á, þetta er eiginlega svo absúrd, en ég sá einn sauðburðin. En ég skilur það sem maður lærði á þessu er sko ábyrgð og þurfa að standa sig og þá maður var ekki að standa sig fyrir eitthvað, maður var bara að gera það fyrir sjálfan sig. Skilur að því að maður hefði rauninni yndi af þessu. En ég man alltaf eftir því sko að því að við félagið sér nú stundum tengdi við Eurovision og það var maður á hellu með vinunum að horfa á Eurovision í Miami, í miðjum sauðburði og þá í hléunu þá hljópi alltaf í fjárhúsin og hvað verið marga búin að bera. Finnst þér að Íslandi að taka þátt í Eurovision? Við nefnir það. Sko, mér finnst, ég hef efasemdir almennt leiðir til að sniðganga viðburði nema við gerum það með einhverjum fjöldaríkja þannig að virkilega skili árangri. Ég saknaði þess til dæmis þegar kemur að átökunum við Mið-Austurlönd að við skulum ekki standa með Norðurlöndin og Norðurlöndin skul ekki standa saman þegar kemur að átökunum þar. Rétt eins og það gert í Úkraínu. Og eitt og sér að við sniðgöngu Eurovision mun engu skila. Og ég veit þetta ekki sérstaklega vinsælskoðun en ef við hugsum þetta bara síðustu 20-30 ár það er stöðu áköll hér á land og erlendis að sniðganga Eurovision, sniðganga Ólympíuleikana, sniðganga heimsmeistaramót í knattspyrnu og annað. Ef við værum búin alltaf að verða við þessum köllum hvenær sem við birtast, þá væri ekkert Eurovision, það væri engin Ólympíuleika, það væri ekkert heimsmeistaramót karla og kvenna í knattspyrnu og hvar eru við þá með heiminn? Stundum það maður að gera hluti með óbræði mununum, skiljiði, til þess að reyna að halda samtalinu áfram. Því að sko ef við förum að sniðganga alla þessa íþróttaviðburði, listaviðburði, það eru eiginlega bara byssukjaftarnir einu eftir. Skiljiði, þannig að þú skilur... Það er bara minni tala núna gildi menningartengsla, það var talað gildi menningartengsla til ríkja þar sem þú varst ósáttur við sko stjórnarfarið. Já, það var bara vegna þess að fólk átt að geta haft samskipti í íþróttum, í menningu, í listum og það myndi bæta heiminn í sjálfum sér. Í því fælist ekkert viðurkenning á stjórnarfari viðkomandi landi. Ég held til dæmis að þau umfangsmiklum, sko, ég var nú aldrei aðdáandi Sovétríkjanna, en þau umfangsmiklu, sko, menningarsamskipti sem voru hins milli vestursins og Sovétríkjanna, þau skiptu máli varðandi síðan rauninni fall, sko, ógnarstjórnarinnar í Sovétríkjunum. Það skipti máli. Menn sáu nú kannski hvor aðrir, menn væru nú ekki eins agalegir eins og væri sagt að væru, skilur þið. Þannig sem menningarsamskipti og íþróttasamskiptin, þau skipta máli. Samskipti milli ungs fólks að fara í heimsóknir fram og tilbaka þó það sé í lönd sem okkur líkar ekki við stjórnarfarið. Að ungt fólk geti tala saman og kynnst og sé að það er allstaðar einn, ungt fólk er allstaðar einn sem allan heim. Skilur þið? Má ég pröfa þetta á þér að því að forsetinn, hann er svolítið í svona samskiptum. Hann fyrir opinberar heimsóknir, hingað og þangað. Hann fyrir til opinberar heimsóknir til ríkja þar sem hafa verið gagnrýnt fyrir mannréttindabrot sem að þú telur vera síðan þú ert að leggja fram að verja. Já. Hvað gerir Baldur forseti í ferð sinni til Kína, til Ísrael? Talar, ef hann færi þá heims og talaði eins og hann talar á Íslandi og forgangsraði mannréttindum allra og talaði það opinberlega og við stjórnvöld. En Bandaríkjanna, Guantanamo-vegi. Ætti forsetinn að nefna það? Það nú, ég minnst að tala fyrir mannréttindum, það
bara ekki síður Við erum að taka nokkuð dæmi hrörnun sko mannréttinda í Bandaríkjunum. Ekki síður að tala við bandarísk stjórnvöld mannréttindi, frekar nönnu stjórnvöld, ekki held ég að sé síður þörf á því að minna á það, alveg klárlega. Herðu hrörnandi mannréttindi og lýðræði í heiminum, en svo er það stríðið og þú ert tjáðið töluvert varnarmál í fjölmiðlum og verið svona, ég veit ekki, sakaður að vera svona herskár. Þú talar nauðsyn þess að búa til einhvers konar lið þar sem við getum varið okkur. Ég veit ekki hvort að það var túlkað að þú væri að leggja til vísi af einhverjum her eða varnarsveit Íslendinga. Nei, sko, fyrst út af ég verið sakað að vera herskár, alveg rétt. Og veistu hvernig það kemur til? Frá því fyrsta allsherjar innrás Rússland í Úkraínu á sér stað þarna í lok febrúar 2022. Frá því 1. desember, rúmlega 2,5 mánuðum áður, fór ég að vara við því opinberlega íslensku umræðu að það væri yfirvofandi allsherjar innrás Rússlands í Úkraínu. Ég var sakaður að vera með stríðsáróður, vilja stríð og vera stríðsæsingamaður. Eina sem ég var að gera er að ég var að reyna að vekja athygli á umræðunni sem var í alþjóðlegum miðlum. Ég hafði enga aðgang að einhverju öðru heldur en alþjóðlegum miðlum hvað væri yfirvofandi við landamæri Úkraínu. Þaðan kemur nú stríðsæsingamaðurinn. Mér finnst ekki boðlegt að Íslands stjórnvöld á þessum tíma og þar meðan bara þá þessi sagt forsætisráðherra gerðu engar ráðstafanir til þess að gagnrýna vopnatilburði Rússlands við landamærin. Sko, Íslands stjórnvöld fóru ekki að gagnrýna hvað var að gerast til landamærin fyrir nokkur sólarhringum áður en sko sprengjurnar fóru að rigna yfir Kænugarð. Því það er nefnilega þegar kemur að friðamálum þá er grundvallaratriði að mínu mati, það er fælingamátturinn, að koma í veg fyrir að stríð verði. Því ef þú ert komin í stríð þá vitum við hvað er erfitt að vinda ofan af því og koma á friði. Þannig við erum undirbúið þannig að það verði ekki innrás. Þetta á sérstaklega við lítil ríki. Öll lítil ríki er viðkvæmari fyrir öllum áföllum heldur en stórríki. Einfallega vegna það er bara einn alþjóðaflugvöllur. Það skilur yfir litlum ríkjum. Það eru bara fáar atvinnugreinar og þær skaðast, fáar samgöngu að þær skaðast og þá er bara svo margt í mólum. Þannig að þarna kemur nú stríðsæsingamaðurinn upp þegar ég er einfallega að vara við yfirvofandi ástandi til þess að reyna að koma, til þess að meðal annars íslensk stjórnvöld tækju þátt í því að reyna að hindra að Rússland myndi fara inn. Með fælingamætti? Með fælingamætti og bara einfallega að segja þeim með miklu skýrari hætti ef þau færu inn í Úkraínu, það myndu verða fyrir mjög alvarlegum efnahagsþvingunum sem voru bara svona smá saman að koma á þessum tíma, skiluðu. Ef það hefði rússnesku stjórnvöldum hefði verið sagt þarna haustdögum fyrir innrásina að við munum algjörlega loka á okkur. Það verður lokað á bankakerfi eitthvað, það verður lokað á okkur alveg. Þau hefðu kannski frekar hugsað sig en þetta var alltaf að koma í litlu skömmtum og allt og sent. Hitt er, sko, þegar ég verið síðan spurður að því, hvernig eigum við að tryggja okkar varnir? Öryggi. Ég meina, við vitum það í tengslu við stríðið í Evrópu. Það er miklu meir netárásir og árásir á bara fjölmiðla og netárásir á fyrirtæki. Við vitum það að það er meiri umsvif rússneska flotans í landhelginni yfir í afli sæköflunum okkar og þá er það hlutverk fræðimanna eins og hjá mér að benda á og spyrja gagnrýni spurninga og beina þeim spurningu til þingsins. Ætlum við að halda áfram í svona stóru mæla útvista ákvarðanatöku í öryggis- og varnarmálum til bandalagsríkja okkar? Af hvaða marki ætlum við sjálf að taka þátt í stefnumóti hvað þetta varðar? Þurfum við ekki að hugleiða hvernig ætlum við að bregðast við eða verður hryðjuverka árás á Keflavíkurflugvöll? Og þá bara í spurningunni þurfum við að öfla sveit ríkislögreglustjóra, þurfum við sérstaka viðbragðssveit á Miðnesheiði sem kannski kemur erlendis frá eða okkar eigin í tengslu við ríkislögreglustjóra. Fræðimaður verður að geta spurt þessara spurninga opið, varpaði til þingsins, en það er kannski ekki, og það er hlutverk þingsins að svara þessu, ekki forseta. Og ég hef aldrei talað fyrir stofnum íslensk hers, ég er á móti stofnum íslensk hers því ég hef verið skrökvað upp á mig vegna þess að við erum friðsæl þjóð
okkar sjálfsmynd byggir á því að við séum friðlaus þjóð og friðsöm, við höfum að halda því áfram, við höfum enga þekkingu getuökurinn til að stofna hér her. Ef við ætlum að taka þátt áfram með okkar bandalagsríkjum, þá höfum við að nota okkar sérfræði þekkingu, til dæmis í netöryggismálum, og ég myndi þeim vilja og kalla eftir því að við myndum styrkja landhelgisgæsluna. Því það öryggismál bara sjómanna, bara alla sjófarenda sem og líka bara öryggismál varðandi sækaplana og fleira sem við þurfum að styrkja. Það síðast í röðinni að stofna hér og ætti alls ekki að gera mínu mati. Við erum í NATO og þar krafan að núna að 2% af landsframleiðslu fari til hernaðar og varnarmála. Og öllu líkindum verður það bara hækkað, það frekar líklegt að vera hækkað og það eru lönd að uppfylla þetta hvert að fætur öðrum, heitstrengingar það. Mörg lönd farið langt fram úr þessu, sérstaklega þeir sem eru austast í Evrópu. Dani voru nýjulega samþykkja að uppfylla þetta og rúmlega það með þess. En þessi krafa hlýtur að koma til okkar. Og þetta ekkert smáraðis upphæðir, þetta eru kannski 85 milljarðar á ári sem að þetta fara til varnarmála. Stundum finnst manni það svona undanfæri misseri eins og að stjórnvöld séu eiginlega búin að sætta sig við að við munum enda þarna einhvers staðar. Og mér finnst svona að vera, þau eru auðveldara með að samþykkja ýmislegt sem eitthvað mætti skilgreina sem svona útgjöld, bæði stuðningin við Úkraínu, nú var verið að senda vopnar í fyrsta skipti, þar sem Íslendingar kaupað vopn til þess að senda á vígvöllin og svo eru komið í umræðina kannski eigum við að hafa launað varalið sem myndum skilgreina björgunarsveitirnar okkar sem eitthvað slíkt. Þannig það svona eitthvað að því að sumt að þessu ekki í almenn umræðu hver þróunin einhver leiti hefur maður svona tilfinningunni að það sé svona einhver hugmyndum að öllu líkindum munu þessar kröfur aukast á Íslendinga og eins gott að við uppfyllu þær. Ég held sér alveg rétt Matthías, þar hafa verið aukast, við höfum verið að auka útgjöld til öryggis- og varnarmála, þar munu verða meiri í framtíðinni ef að þessi málefni leysast ekki í Úkraínu sem miður virðist ekki vera að gerast á næstunni. Aftur þar, auðvitað er þetta í höndum þingsins að gera þetta. En ég myndi samt vilja leyfa mér að segja að ég hef kallað svo mikið eftir í umræðinni að við sjálf metum hvernig viljum við tryggja öryggi Íslendinga og landsmanna. Við látum sjálf fara mat á því og byggjum bara ekki á mati Bandaríkjamanna. Það getur vel mér veist, til dæmis Bandaríkin hafa forgangsraða kafbáta eftirliti í hafinu kringu landið. Að mínum mati aðalega vegna þess að þeir vilja tryggja það að rússneski kafbátar með kjarnorkuvopn leggja ekki fyrir utan Manhattan og ógni stórborgum í Bandaríkjunum. Eru þetta endilega forgangsröðun sem við viljum hafa? Ég er ekki viss, kannski viljum við bara forgangsraða netöryggismálum. Kannski viljum við forgangsraða því að hafa eftirlit með sækorblónum eða öðru leyti í landhelgisgæslunni. Þannig að við sjálf tökum frumkvæðið og metu og mér finnst það að skort á þessu. Og ástæðu aftur maður fórsetin verið flokkspólitískur sem það má alls ekki vera, að hann getur kallað eftir því að stefnumótun okkar og stjórnvalda sem maður verið á tilbúin að koma að borðinu til þess að ræða sem lítur til dæmis að því að hver leiti getum við komið á móts við það að stórbæta landhelgisgæsluna sem er fjársvelt, skiljiði, sem er bara öryggismál. Það er bara stórt öryggismál fyrir alla landsmenn að við stöndum vel að landhelgisgæslunni. Og bara ef ég nefni bara dæmið það sem við getum byrjað. Já, þá stillir þessu svolítið upp eins og að ákvörðunum að eyða peningunum sig þegar komin. Það er náttúrulega stór ákvörðunum að eyða 2% landsframleiðslu í varnarmál sem að við vitum náttúrulega verða bara fyrst og fremst dregin út úr velferðarkerfinu. Og þessi aukni herútgjöld í Evrópu mun hafa gríðarlega áhrif á evrópskt samfélag. Þetta er bara alveg skelfilegt. Ég er bara alveg sammála, þetta er alveg skelfilegt. En við erum nú ekki alveg komið þangað. Við höfum nú eiginlega verið undan þegin þessari 2% reglunni af því við erum ekki með her og við erum ekki að fara að stofna her. Þannig að ég held að það mun nú lengi áfram vera við líði. Það er nú ekki komið að því og það er dálítið langt í það að við verðum krafin þessi 2%
og það komist upp með vegna þess að við erum ekki með hér. En við höfum ekki vald á því eins og þú ert að segja að einn daginn þá munu einhverjir ræskja sig við borðið, kannski sem eru með ekki eins rík per capita eins og við og horfa á hérna á Ísland og okkur er þessi ekki að borga eins og við. En þá vil ég vera búin að vinna heimavinnun okkar, þannig að og það er bara sem við þurfum að gera í breytti heimsmynd sem er að styrkja enn frekar netöryggismálin, upplýsingamálin, styrkja bara eftirlit í hafinu í kringum landið. Þannig við höfum sjálf frumkvæði að því að gera þetta sem ég held að við þurfum að gera. Burt séð frá kröfu NATO eða bandalagsríki okkar. Að þá getum við bent á það að við erum að vinna heimavinnun okkar. Ég hef kallað þetta svona bara svona heimavarnir. Þetta er bara hluti af okkar bara heimavörnum, almanna og heimavörnum. Og bara vil líta á þetta sem slíkt. Og núna í þeim sem nú verið í þjóðaröryggistefnu, þá er alveg tvinna saman almannavörnum og bara almannaöryggi. Og þetta er eitt og þið sama, almannavarnir og almannaöryggi. Og nota þá ef við ætlum að fara í aukið fjárlög hvað þetta var sem aftur er í höndu þingsins, en við nýtum þá þannig til, ég myndi sjá það fyrir mér í almannavarnir og almannaöryggi. Er það ekki rétt skilið hjá mér að þú telur að öryggi Íslendinga sem smáríkis sé best varið undir skjóli stórríkja? Já, ekki nefnilega stórríkja, bara bandalagsríkja okkar. Bandalagsríkja okkar í Norður-Ameríku og Evrópu og Norðurlöndunum. Ég myndi nú fyrst og fremst til dæmis dagstaglega líta til Norðurlandana. Við erum í mjög miklu og nánu samstarfi við þau í öllum alþjóðastofnunum þegar kemur að alþjóðamálum. Þau eru ríki sem við tölum fyrst við ef við okkur vantar stuðning í alþjóðakerfinu eða ef við viljum ná okkur fram í alþjóðakerfinu, þá lítum við fyrst til Norðurlandana. Þannig og mér finnst aftur að forsetinn geti leyft sér að tala fyrir dýpkun og nánari samvinnu Norðurlandana. Vegna þess að það er heildar samstað það í íslensku samfélagi að gera það. Forseti til dæmis og aldrei hafa frumkvæði af svona umdeildum máli eins og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það er alltaf umdeilt til þess að forseti taki það. Eða beint varðandi úrgangu NATO eða eitthvað þannig. Heldur hann hlýtur ekki að tala fyrir samvinnu á grundvelli stefnu stjórnaraldar, einhverjum í Norðurlöndum og auðvitað er alltaf forsetin að fylgja utanríkisstefnu stjórnar hvers tíma. Hann á ekki að vera með sjálfstæða utanríkisstefnu. Mér hefur fundist... Þið myndi langa það? Nei, alls ekki. Það var nú sagt Óla Ragnar á þessum tíma. Ég aðraði við að hann væri með sína eigin utanríkisstefnu. Nei, ég myndi ekki vilja vera með eigin utanríkisstefnu, bara alls ekki. Ég vil orða það þannig að forsetin er að leggjast á áratnum með stjórnvöldum til þess að tryggja hagsmuni Íslands og að hafa áhrif í alþjóðasamfélaginu. Og því það er í megin atriðum í utanríkismálum, þá er þverpólitísk samstaða það á Íslandi. Það er til dæmis þverpólitísk samstaða á Íslandi að vinna mannréttindamálum og réttindu kvenna á alþjóðavettvangi. Það er það og vinna að friðamálum. Og fyrir utan þetta á forsetaembætti alltaf að tala fyrir friði, friðsamlegri lausn deilamála og málamiðlun. Þess vegna er ég aðeins með varnagla við sniðgöngustefnuna út af þessu að við reynum að halda samtalinu áfram þó við stundum þurfum að gera það með óbræði munni því að ég sé ekki alveg hver lausnin er ef að samtalinu líkur hvernig við höldum þá áfram. Það var bara að hafa hersöðingjarnir unnið og það eru bara hersöðingjarnir sem hafa tillögurétt og við fylgjum þeirra línu. Það er svolítið ástand í heiminum að það eru hersöðingjarnir sem að eiga sviðið. Það eru diplómatarnir ekki að störfum, ekki í tengslu við Úkraínu, ekki í tengslu við menn er að tala tveggjaríkja lausn og svona en það er eiginlega innantómt vegna þess að það er eiginlega ekkert í gangi nein umræða til varanlegar lausnar á friði í Palestínu. Þetta er bara það eru nú í vísum náttúrulega bak við tjöldin eru menn að reyna að miðla málum búa til eitthvað vopnahlé í 6 vikur menn er að gera það menn varanlega það er bara við þurfum að byrja að slíðra sverðin það er nú alveg grundvallar atriði og ég til mig sagt í Úkraínu að leiðin þar er að standa þétt með úkraínsku stjórnvöldum því ég óttast
framgang rússneska hersins, ef þessu ólíklega vildi nú til að næði í Úkraínu, ég óttast að muni halda áfram. Ekki inn í NATO-ríki, en í ríki sem eru ekki NATO eins og Georgíu og önnur ríki. En á sama tíma... En raun eftir að Úkraínumenn vinni fullnaða sigur á vígvellinum í Úkraínu og reki rússa út úr landi? Nei. Þannig þessi valkostur ekki í boði? Jú, en þess vegna ætla ég klára að segja, ég var ekki alveg búinn, þess vegna vildi ég segja að á meðan við stöndum þétt við baki Úkrænumönnum, þá vildi ég skilyrðislaust sjá að friða viðræður færu fram og að menn rættu saman bak við luktardyr, það þarf ekki alltaf að gerast með aðganga fjölmiðlum, menn rættu bak við luktardyr að reyna að slíðra sverðin og svona samningaviðræður, hvort sem það varðar fyrir Mið-Austurlöndum eða Úkraínu, það verður aldrei þannig að allir standi sátti frá borði. Það mun allir standa á lokum vonandi þegar næst friður með óbragði mununum af því. En það sem skiptir mestu máli er að við látum af vopnaskakinu. Það er grundvallar að fólk hægt að láta lífið. Þannig að það verður við og ég er alveg samanlega, það er alveg synd að við skulum ekki sjá kröfturi eða bara eins og friðarviðræður í gangi í Úkraínu samhliða því og að við stöndum á baki með Úkraínu. Finnst þér að Ísland hafi hlutverk í þessu að vera málsvari friðar í heiminum frekar heldur stríðs að því að við erum vopnlaus þjóð og má ég segja, ekki góðu siður að skjóta inn aukaspurningu, það eru þessa vopnaflutninga, þessa vopnakaup Íslendinga sem eru stefnubreyting að voru sendar stórskota kúlur fyrir tæpar 300 milljónir í gegnum Tékkland til Úkraínu. Finnst þér, að því að þú kannast við þessa sögu ævarandi hlutleysi var nú fyrsta utanríkisstefna Íslands og svo það mjög ríkt meðal Íslendinga við séum friðsum þjóð og eigum ekki að fara með hernagakot og öðrum. Það var gríðarlegt áfall fyrir íslenska þjóðarsál þegar Ísland var sett á lista yfir vilju þjóðir 2003. Maður var bara varfið að fólk tók þetta svona persónulega. Finnst þér að Ísland hafi svona eitthvað slíkt hlutverk? Það er nú meðframböðu þínur, Halla talar svona, Ástór talar svona að Ísland hafi eitthvað svona hlutverk sem talsmaður friðar í heiminum. Eins og ég nefndi áðan, þá ættu við alla tíð og alltaf og bara Ísland og þá bara forseta embætti sérstaklega að vera málsvari friðar, friðsamlegra lausn deilumála, líka talsmaður samtalsins, þó að munu þykir það óþægilegt að vera talsmaður þess, en ég vil útvíka þetta og ég myndi vilja að kalla eftir því að vinna þetta til dæmis með Norðurlöndunum. Þegar kemur að svona stór málum, eins og friðarmálum, Mið-Austurlöndum með Úkraínu, þá getum við mjög takmörku eða engu áorka ein og sér. En ég er full að trú af því ef að Norðurlöndi til dæmis 5 stæðu saman, ég tala ekki með fleiri kæmu inn í þann flokk, þá er hlustað. Þannig að ég sakna þess að það skul ekki vera að gera öflugri tilraunir til dæmis Norðurlöndunum að ná samstöðu þessi stóru heimsmál, það sem við liggum mikið við og er stríð, til þess að við getum stigið í heild fastara til jarðar. Og þá er ég aftur það er bara svo gerir svo lítið af Ísland eitt og sér boykotta Eurovision. Ef við gerðum það í samtöðum með öllum Norðurlöndunum, þá er það bara stór frétt. Mér þá er Eurovision í uppnámi, skiljiði, og þá þurftum við að skoða alveglega Eurovision og Ísrael verið með ekki, skiluru. Þannig að... Það munur á því að hafa áhrif á gangmála eða að við séum að gera þetta bara til þess að fríða okkar samvisku. Ég er ekki, hef engan áhuga okkur flugveldasýningum bara fyrir innanlandsmarkað, Þetta verður að skila árangur erlendis. En Norðurlöndin, til dæmis eins og í Gaza, þau kusu eiginlega í allar áttir þarna í Sameinuðu þjóðunum, það var eiginlega mjög sorglegt á að horfa. Já, sammála. Það er bara þannig, það er mjög sorglegt. Herðu, Baldur, við erum eiginlega búin að tala eiginlega ógn og hörmungar. Þannig að ég ætla að sleppa þér við það núna. Og þá horfum á hina hliðina, að við erum að tala svona hlutverk Íslands. Og þú hefur náttúrulega búin að vera að skoða stöðu smáríkja og svo ertu náttúrulega alveg upp í íslenskri sveit. Hvaða það eru ágallar sem að fylgja fámenninu
Einhver leiti komst inn á það varðandi það breytingar sem að verða núna út af innflutningi fólks hér, að komu fólki sem kemur hingað til þess að vinna og taka þátt í samfélaginu. Kannski það hluti af vandanum við fámennið. En ef þetta er að draga fram, ég væri nú bara svo þýsku fjölmiðli að spyrja styrk íslensks samfélags. Helsti styrkur íslensks samfélags? Já, sko, ég vil bara leyfa mér að fara í það er sko hvað við í rauninni er mikið náungakærleikur og hvernig við flestöll tegum utanum hvort annað þegar á bjátar og stöndum saman. Eins og til dæmis varðandi náttúruhamfarirnar á Reykjanesi og í Grindavík eða þegar voru náttúruhamfarirnar í Vestmannaeyjum eða snjóflóðum fyrir vestan eða austan. Það er þessi samtaka máttur og þessi samhygð sem skiptir svo gríðarlega miklu máli og aftur að við horfum á það bara sem saman okkur við eigum öll sameiginlegt sem manneskjur. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli því að og það er ég aftur að því ég er að skoða svo mikið svona áföll í litlum ríkjum og hvernig lítil ríki glíma við áföll. Það skiptir bara svo miklu máli að við komum vel út úr áföllum. Við viljum ekki lenda í áföllum og við þurfum alltaf, sko ég segja stundum í kennslunni hjá mér upp í háskóla að grunnatriði hjá stjórnmálamönnum í litlu ríkjum er komið vekk fyrir að verða áföll. Því áföll verður svo djúp ef þau skella á í litlu ríkjum. Hvort sem efnaðslega eða pólitískt eða annars sko. Og svo náttúrulega ef að svo verða alltaf áföll, það koma áföll og þá þurfum við að vera búin að vinna heimavinnun okkar. Við þurfum að vera með, sko, sem ég kalla heimavarnir, ég er ekki að tala um varnarlið, tilbúin með heimavarnir, en líka vera með tengsl á í erlendis til þess að komi okkur til aðstóður ef við þurfum á því að halda. Þetta er mikill styrkur, það er líka mikill styrkur sko í, að þú talar sko lítiríki í smæðinni, hvað við höfum hvað við getum unni vel sama vegna nálagarinnar, við getum tekið síman og hringt í næsta mann og þetta er mikill kostur, sérstaklega þegar eitthvað ábjátar, en þetta er líka mjög vandmeð farið út frá rauninni bara einfallega spillingu og þetta eru kostur og gallar í þessu og við sjáum þetta varðandi einokun í íslensku samfélagi og hvernig rauninni við erum með sko bara litla afmarkaða valdastjett sem stendur saman. Þetta líka verið hættur bara fyrir allt grunnkerfin á meðan að innfættir hringja í frenda sinn og koma sér áfram að þá setja innflytjendur á biðstofinni og fæðinga þjónustu. Já, það er með algjörlega hættur. Það sé svona óformlegt kerfi sem raunverulega virkar í samfélaginu, eða formlega kerfi eins og kannski virkar ekki. Já, það er mjög mikið að það er formlega kerfi að bara virki fyrir allar. Það sem nefnir í Grindavík, þá fannst mér athyglisvert þegar ég var að ræða við Grindvíkinga hérna í fyrstu mánuðina, að þeir töluðu einmitt sko, hvað var stórkostlegt, hvernig samfélagið tók á áfallið þeirra og var tilbúið að hjálpa. En þau voru líka full vonbrigða það hvernig sko, formlega kerfi tók við sér og það var kannski varnargarðar og það voru einhver svona aðgerðir og almannavarnir en svo þegar Grindvíkingarnir keyrðu fram hjá sko Bláa lóninu að það var eiginlega ekkert sem að tók við þeim. Það var eiginlega smíðað eftir á einhver svona aðferð að við þyrftum að taka á móti fólkinu sko. Hvernig ættum við að taka á móti þeim og þá var það fyrst og fremst gagnrýni og þú hefur heyrt það svo sem að það var mjög áberandi í íbúafundunum í Laugardalshöll svona óánægja Grindvíkinga með hvernig þið formlega samfélag okkar hafði tekið á málum á meðan að þeir eru sko þeir geta ekki talað um það ógrátandi hvað mættu miklum hlýleika frá samfélaginu óformlega samfélagi. Þarna vildi ég meira að leyfa mér að segja að forsetaembættið hafi hlutverki að gegna þegar lágljóst fyrir þó nokkrum misserum að það væri hafna náttúruhamfarir á Reykjanesinu sem myndi halda áfram. Við þekkjum það bara í jarðsögunni að það sé að vera kalla eftir því að það sé undirbúið ef það þurfi að rýma heilu þorpin eða heilu byggðarlögin verði án vatns eða rafmagns. Og forsetaembættið sko getur gert þetta sko bæði bak við luktar dyr á sín reglulegum fundum til dæmis með forsætisráðherra eða líka bara í samfélagsumræðunni ef hitt dugar ekki.
forsetinn hlýtur að geta leyft sér að kalla eftir svona og það er þetta sko, sem ég var alveg náttúrulega verið að gera þegar kemur að sko þessum öryggismálum okkar að við svörum því sko hvernig ætlum við að bregðast við en sko maður fær ekki svör, við ætlum að bregðast við þegar áfallir ríður yfir. Við vissum alveg að það gæti gerst í Grindavík 2 árum áður en það gerðist, það þurfti yfirgefa bæinn skiljiði. Við töldum okkur með vita, mun tón okkur fyrirvara yfirvofandi innrás Rússa í Úkraínu. En það var bara eins og að berja höfuð í steinin að reyna að koma þeim skilaboðum til stjórnvalda. Kannski þetta sækjast eftir að vera forseti hjá villri þjóð því að við erum fyrirgjuleysið en við erum góð í átaki. Já, en það er sko kannski ekki þjóðin. Þetta er orðið inngróin sko sjálfsmynd þjóðarinnar að við erum ekki með fyrirhyggju en þegar áfalli kemur þá erum við helviti góð í því að algjörlega, en þetta eru þetta sem var þetta sko stjórnsýslulega séð, er þetta bara grunnstefi í því sem ég hef verið á stúdur að ræða, að það er aftur nefni það, að lítil ríki þurfa að koma í vekk fyrir að þau verði fyrir áfalli, því áfalli verður svo djúpt. Ef eini alþjóðarflugur lokað, þá er landið einangrað. Ef 1-2 sagkaplarnir fara, þá eru ekki tengd við umheiminn. Þetta gerist ekki í stóru ríkjónum. Eða við verðum fyrir djúpi efnahagslega lægð eða áfalli, þá verður það bara hagfræðin sýni það, þá er efnahagslægðina miklu dýpri en hins vegar það sem eru með til þeim svona samráðskerfi eins og hinu Norðurlöndunum og í Austurríki og í Sviss, þá er miklu svona jafnæri hagvöxtur í kerfinu, og ekki svo djúpu lægðir og svo miklu hæðir aftur, og við þurfum að ná þessum balans og aftur vil ég kalla eftir því á þess að það sé flokkspólitískt. Þú vilt auka fyrirhyggjuna á öllum sviðum til þess að tryggja öryggi og velsæld í samfélaginu og byggja á samfélagssáttmála mannréttindi, mannvirðingu og lýðræði. Já, það má draga það er góð samantekt. Herðu, nú ertu búin að vera í framboði í 2 vikur eða eitthvað slis? Já, svo list. Hvernig leggst þetta í þig? Bara vel. Þetta er mikið lífsreynsla. Ég eiginlega verða að fara að skrifa dagbók. Líka vegna þess að ég hef svo mikið alltaf verið að bara fylgjast með þessu utanfrá og verið að kommenta. Sko fyrst var þetta mig varðar. Mér fannst þetta svo stór ákvörðun, mér fannst svo erfið ákvörðun. Sko bara, eins og kannski komum inn aðeins áðan, sko. Þó mér sýnist hún vefjist ekkit fyrir mörgum öðrum en mér fannst þetta stór ákvörðun og ég líka vildi bara svo byggja þetta á málefnalegum grunni að við höfðum eitthvað að segja. Það er ekki víst að þú fáir að gera það. Það getur verið að kosningarnar snúist hver persónuleikið þinn er. Amerikanarnir segja að þeir kjósa þann sem vilja helst fá sér bjór með á kvöldin sem að svona hver eru likeable. Já, við ætlum nú að fara í mikla hringvöru landi þannig að við förum að krárna líka. Við gerum það klárlega sko. Og sko, við ætlum bara að taka þetta með gleðina leiðarljósi og reyna að hafa gaman af þessu og ekki fókus á þessu örfáu sem eru með mikla neikvæðni. Það með ekki láta þá skemma rauninni fyrir okkur og þessari samfélagsumræðu og ég vona að við getum í þessari kosningabaráttu sko fjallað þetta alvöru að hvaða marki forseti geti veitt stjórnvöldum aðhald og hann sé ekki meðverkum með stjórnvöldum, hann geti nýtt dagskrárvaldið og hann hafi einhver málefni sem hann eða hún vilji vinna fyrir. Sé ekki bara í þessu vegna persónulegt metnaðar. Svo fékkst glimrandi start, það voru náttúrulega ekki allir komnir fram en það var gerð könnun og það var stúið með afgerandi mestafylgið. Já, það var mjög ánægjulegt og gaman að sjá og mér skilst að það séu fleiri kannanir í farvetninu sem að bara bera af sem virðast bara líta vel út. Þannig að það er bara gaman að sjá og ég vona á málflutningur okkar og fólk að það veit einhverju leiti eða margir sko hvað ég stend fyrir og hvað ég hef verið að tala í íslenski samfélagsumræðu. Bæði þegar kemur að ég held að ég sem prófessor við Háskóla Íslands hafi verið að gegna mínu hlutverki að spyrja stjórnvöld gagnrýna spurninga. Ég er búin að gera það í 25 ár. Að ég hef verið að líta gagnrýni með augun og ákvarðin ráðamanna. Það hefur ekki alltaf verið vinsælt. Og það leiðir líka til þess að ég sé ásakaður það vilja stofna her því ég segi, Alþingi þarf að svara þeirri spurningum hvernig við ætlum að verja landið. Hvernig það var forgangsraða vörnum. Er það netvarnir eða annað? En ég bara tek bara þeirri gagnrýni. Ég þoli hann alveg því að ég tala opinskátt.
mér finnst það mjög mikilvægt og maður reynir að rýna í stjórnmálinu sem maður telur best vera, með því að ég ekki segja að maður hafa alltaf rétt fyrir sér, en maður reynir að gera sitt besta. Og ég held að margir þá vitið fyrir hvað ég stend, bæði þegar kemur að því að vinna hagsmunum Íslands alþjóðlega og hvernig við Felix höfum verið að vinna að mannréttindamálum hér heima. Og þess vegna erum við að bjóða okkur fram til þessara verka. Eins og komið er Felix mest áberandi makinn? Já, við ákváðum rauninni að gera þetta sameiginlega vegna þess að við höfum tekist á við öll okkar verkefni í lífinu sameiginlega. Hann hefur fylgt mér eftir því ég hef verið að vinna erlendis og ég honum, en líka við höfum séð bara makar forseta hafa gegnt mjög veigamiklu hlutverki. Það var Guðrún Katrín, Dorrit og Elísa. Það er alla gert það og okkur finnst mjög heiðalegt okkar mati að segja Felix myndi vilja sinna þessum verkefnum ef að við verðum kosnir til þess. Hann myndi þá sérstaklega vilja forgangsraða velferð barna og ungmenna sem hann hefur verið að gera allt land. Hann hefur búin að fara í flest þetta grunnskóla öllu landinu að tala fyrir Svo lengi að suma þeim börnum eru komið kosningarétt. Já, einhver þeirra. Þannig að við viljum bara koma algjörlega heiðarlega fram með þetta og þetta séð á sameiginlegt verkefni og hann tækið á þátt í því að leiða saman fólk til þess að styrkja stöðu styrkja stöðu bara mannréttinda almennt í samfélaginu, styrkja stöðu barna og ungmenna og þetta viljum við gera í sameiningu. Herðu, Baldur, gangi ykkur vel með það. Þakka kærlega fyrir. Ekki vel í kosningabaráttunni. Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í, veröldina og kannski okkur sjálf. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.